Svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Á flakki okkar frá Siglufirði til Bakkafjarðar í dag ætlum við að einbeita okkur að nýsköpun. Nýsköpun í raun mjög vítt hugtak en í sinni einföldustu mynd má ef vill kalla það nýsköpun að skapa eða búa til eitthvað nýtt en líka að endurbæta það sem nú þegar er til staðar. Sigurður Steingrímsson, verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands á Akureyri, hvetur fólk hins vegar til þess að velta hugtakinu nýsköpun ekki of fyrir sér. Nýsköpun er stórt og mikið orð og menn velta þessu gjarnan mikið fyrir sér. Ég hef nú hvatt fólk til þess að velta því kannski ekki allt og mikið, sökka sér ekki það, heldur skoða, er það einhver nýjung á ferðinni, er menn með einhverja þjónustu eða vöru eða hvað sem að viðskiptavinurinn eða markaðurinn kallar á og er einhver breyting frá því sem að hefur verið. Nú ef að svo þá er það ágætis nýsköpun og margt af því sem er nýsköpun er bara ákveðin þróun, einhvers konar breyting frá því sem að þekkt er. Það er miklu algengara nýsköpun felist í svona einhverjum minni breytingum, sjaldnar sem að þetta eru svona stór stökk þó þau séu sannarlega til. Nýsköpunarmiðstöð Íslands, eins og hún lítur út í dag, hún var stofnuð 2007 en hún var byggð eða saminuð á 2 stofnunum sem voru Iðntæknistofnun Íslands og Rannsóknastofnun byggingarnirlands sem hafðu byggðu á mjög gömlum grunni. Upphaflega var Nýsköpunarmiðstöð Íslands bara í Reykjavík og þá þótti kannski pínlítið halla á að það var landsbyggðinni væri ekki sinnt sem skyldi og það var þá að 2002 þá var í desember var opnuð Nýsköpunarmiðstöð hér á Akureyri og hennar hlutverk var að þjóna landsbyggðunum öllum og fékk sérstakt fjármagn sem var ætlað til þess að svona styðja við nýsköpun á landsbyggðunum. Og það hefur verið megin hlutverk stöðvarinnar á Akureyri að sinna ekki bara Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu, heldur öllum landsbyggðunum. Þannig við erum að vinna hvort sem á Vestfjörðum eða Austfjörðum eða bara allt land. Þá komum við hingað inn og hérna sjáum við greinilega dæmi ýmis verkefni sem að þið hafið verið að styðja við. Já, þetta er bara lítill hluti af þeim verkefni sem við höfum komið að en frá mismunandi tíma bæði ný og eldri. Og hér gefur að líta ýmislegt. Ég getum dæmi hérna tekið eitt af gamlum verkunum sem er akurýrist. Hérna er svokallaður nuddgalli, þar sem voru ungar stúlkur sem hönnuðu þennan galla og þetta hjálpar foreldrum að nudda ungabörn þegar þau eru óróleg. Þetta er í sölu í dag. Nákvæmlega. Síðan er hérna skemmtileg dæmi. Þetta er vísu þekkt vara. Þetta er laxaróð og sjávarleður á Sauðárkróki hefur verið að vinna úr sjávarleðri nokkuð lengi að búa til sjávarleður. En þetta er allt öðruvísi áferð heldur en á þessu sem maður er vanur að. Við studdum þá við til þess að barkarsúta roð og þá er ekki notuð þessi efnameðferð sem annars er notuð, þessi kemísku efni, það er notað þetta gömul aðferð og þá er trjábarkur notað til þess að súta og þetta er mjög mikilvægt fyrir þá sem eru með þannig vöru að þeir vilja á sig algjörlega umhverfisvæn og náttúruvæn. Hérna, hvað getur þú sagt okkur lobster soup? Já, hér erum við að vinna með fyrirtækjum, fleiri fyrirtækjum að því að þróa humarsúpu sem verður væntanlega flutt til Japan og þá kannski töluverðum mæli ef að markaðurinn vex sem við höfum væntingar til. Þessi afurð líkar mjög vel, það er búið að senda út prufusendingar og er mjög áhugaverð og svo erum við bara að sjá til hvað verður. Sjá til hvað verður? Já, við erum að vinna með mörgum fyrirtækjum og stundum kemur háskólinn hér á Akureyri inn í og svo aðstæða sem er hér til rannsókna. Hér er eitt frumkvöðl eða fyrirtæki að skoða möguleika á því að nota þara sem húðvörur. Og þá er mjög mikilvægt að geta nýtt sér rannsóknaraðstöðu hérna við Háskólann á Akureyri til þess að skoða vöruna.
Nú þegar eru í gangi nokkur nýsköpunarverkefni sem snúa því að nýta hráefni úr íslenskri náttúru í snyrtivörur. Þaran verið að nota, líkt og Sigurður nefndi áðan, en íslenskar jurtir hafa verið nýttar í snyrtivörur áratuga skeið. Ásta Sýrusdóttir einn stofnanda og eiganda Purity Herbs á Akureyri, fyrirtæki sem frá árinu 1994 hefur nýtt íslenskar jurtir til framleiðslu á snyrtivörum, aðalega kremum og olíum. Hugmyndin kviknaði fyrir meiri 20 ára síðan. Við vorum í rauninni bara að heima að útbúa krem inn í eldhúsi. Ýmislegt svona til að bæta ástand húðarinnar sem var bara fyrir okkur og vín og vandamenn og var aldrei meiningin að það yrði neitt meira heldur en bara áhugamál inn á heimilinu. En síðan þá gerðist eitthvað sérstakt og það var krem sem við vorum að framleiða sem heitir Undrakrem í dag. Og ég var að vinna á leikskóla á þessum tíma, einkareknum leikskóla, þar var lítill drengur með mikið exem og mér fannst tilvalið að fá að pröfa þetta krem á hann. Ég vissi að það virkaði á húðvandamál svo ég fekk leyfi til þess að nota þetta krem. Það hjálpaði drengnum mjög mikið og móðirinn hún kom að máli við mig og spurði hvort að við varum ekki til í að hitta pappinar því að hann vildi gjarnan að fá að selja sér krem. Og ég sagði náttúrulega að það var ekki hægt að selja krem sem var búin til í eldhúsi. Það þyrfti eitthvað meira til en spurði svo hver pappiðinn. Þá var það Böðvar Jónsson apótekari í Akureyrarapóteki sem var tiltölulega nýfluttur í bæinn eins og við á þessum tíma. Og við förum og hittum hann og hann svona ánægður með þessi krem sem við vorum að gera eða þetta krem, þetta var bara eitt krem í upphafi og hann hvatti okkur til þess að stofna fyrirtæki. Okkur fannst þetta í rauninni alveg fáránleg hugmynd og við höfðum aldrei hugsað okkur að stofna fyrirtæki þetta. Þannig að þetta var bara svona ný hugmynd en við hugsaðum, já, af hverju ekki? Hann var tilbúinn að aðstoða okkur eins og hann gat. Hann bauð okkur 2 stór framleiðsluherbergi í apótekinu sem við máttum nota að eigin vild án þess að greiða fyrir. Og það var ekki aftur snúið, það var ekki hægt að segja nei við þessu góða tilboði. Þannig að við bara slóum til og fórum að leita að í rauninni alls konar hráefnum sem við þurftum til þess að hefja þessa framleiðslu. Það líklega ekki einfalt mál að vera frumkvöðull. Fjölmargir koma fram með hugmyndir, jafnvel góðar hugmyndir, en tiltölulega fáar þeirra virðast verða að veruleika, en það ýmislegt annað sem þarf að koma til. Þolinmæði, þrautseigja, trú á hugmyndinni, en ekki síst fjármögnun. Ásta ein þeirra sem í upphafi lagði allt undir fyrir hugmynd sem hún hafði trú á. Og lögðum allt í sölurnar fyrir þetta, allt saman. Veðsettum íbúðina sem við áttum og það var allt lagt í sölurnar til að kaupa inn fyrstu hráefnin og fyrstu krukkurnar og gera lím með hana og annað slíkt. Þannig að þið hljótið náttúrulega hafa haft alveg ofur trú á vörunni fyrst að þið takið svona mikla sénsa. Já, Elín Antonsdóttir var hjá Iðnþróunarfélaginu og þegar við komum með þessa hugmyndin og borð til hennar að þá kolfjall hún og studd okkur með ráðum og dáðum og gerir enn þann dag í dag. Þannig að þessi hvatning frá Böðvari, þessi hvatning frá henni, að það hjálpaði auðvitað mjög mikið að maður væri að gera rétt, að þetta væri eitthvað sem myndi virka. Við fórum auðvitað að leita leiða til að þetta væri hægt og væri framkvæmanlegt. Ég fór á námskeið hjá Iðnþróunarfélaginu sem var á þessum tíma í stofnun smáfyrirtækja. Það hjálpaði okkur mikið. Og við fengum frá það sem heitir í dag Vinnumálastofnun, við fengum að vera eins og atvinnuleysisbótum í 6 mánuði bæði til þess að byrja þessa hugmynd. Þannig við þurftum ekki þá að koma og stimpla sig inn á hverju föstudegi og eitthvað slíkt. En við sluppum við það í 6 mánuði, þannig við fengum bæði bætur og til að vinna að þessu verkefni. En ég fór þá suður og hitti Örn í Heilshúsinu, bara svona eins og rauð þetta með bastkörfu og fullt af vörum og sýnt honum þetta. Honum leist mjög vel á hugmyndina og var tilbúin að taka þetta strax inn í Heilshúsi. Þannig að það var líka eitthvað mjög ánægjulegt og svo fór þetta í apótekin og fleiri sölustæði. Purity Herbs hefur fyrir löngu sannað sig á markaði bæði hér á landi en ekki síður erlendis. En vörur Purity Herbs eru nú seldar á öllum Norðurlöndunum, víðar í Evrópu, Rússlandi, Asíu og Ameríku svo eitthvað sé nefnt. Það sem kannski skiptir mestu máli í þessum framleiðsluvörum okkar eru íslenskar handtýndar jurtir. Það er ekki hægt að hafa þær öðru sem handtýndar þegar þær eru villtar. Og þær hafa lækningamátt eins og allir vita á Íslandi, þó það sé kannski ekki eins þekkt erlendis.
og það það sem að gera kannski gæfumuninn, en við vildum strax í upphafi að hafa allt náttúrulegt, alla grunna og öll efni náttúrulega, ekki bara blanda íslenskum jurtum út í einhver kemísk skaðleg efni. Þannig að það tók töluverðan tíma að þróa þessa grunna sem við erum að nota ennþá í dag. Fleiri fyrirtæki hafa nýtt sér íslenskt hráefni í snyrtivörur. Fyrirtækið Sælusápur var stofnað á vordugum 2008 af Guðríði Baldvinsdóttur og eiginmanni hennar. Guðríður hefur stundað sápugerð til heimanota nokkura ára skeið og langaði til að kynna handgerðar sápur fyrir fleirum en vinum og ættingjum. Hún tók því þátt í vaxtarsprotum á vegum Impru nýsköpunarmiðstöðvar og framleiðnisjóðs landbúnaðarins og stofnaði Sælusápur í kjölfarið. En Sælusápur eru staðsettar við heimili hennar í Lóni í Keldukverfi. Sælusápur eru handgerðar og lögð áhersla á að nýta hráefni úr heimabyggð, til dæmis tólg og villtar jurtir. Sápurnar heita flestar sælunöfnum, svo sem blómasæla, dalasæla, fjallasæla, hreinsæla, jólasæla og sumarsæla. En svo það skítverkasápan sem líka ansi vinsæl. En það algjör sæla víðar en í Keldukverfi. Á Mývatni finnum við mann sem hreinlega elskar býflugur. Ólafur Þröstur Stefánsson, býflugnabóndi, stefnir á framleiðslu og sölu á hunangi frá hunangsflugum í Mývatnssveit. En það víst ekki alveg einfalt mál. Hér ég að þreifa fyrir mér með ræktun á hunangsbýflugum og framleiðslu á hunangi. Og í hverju felst það nú að rækta hunang? Ég rækta býflugur og þær búa til hunangi, það þannig. Þetta búskapur sem svona á mörkum þess að vera hægt hérna á Íslandi. Ég kynntist þessu þegar ég var í Danmörku fyrir 20 árum í námi þar, býflugnarækt, og ég var alveg heltekinn af þessu. Kynntist svo fólki í býflugnaræktendafélagi Íslands fyrir sunnan, fór á námskeið og nú ég búinn að vera, þetta 3. sumarið með býflugur. Og markmiðið að stækka og fjölga og eftir svona 5-6 ár að það langar mig til þess að vera með kannski svona 20-30 bú og framleiða 300-500 kíló af hunangi. Og þú ert búin að vera að vinna náttúrulega heilmikið í þessu, segðu mig, þú fékkst nema til dæmis í sumar. Já. Þá voruð þau að hugsa markaðsliðina eða hvað? Já, ég gerði viðskiptaáætlun síðustu 2 ár var ég að vinna viðskiptaáætlun og framhalda því að þá var mér bent á að ég geti sótt styrk í nýsköpunarsjóð námsmanna fyrir háskólanema að vinna að alvöru verkefni og þeir tóku að sér að hanna hérna merki og vöru til að selja hérna á markaði. Ég stefni á að selja þetta mest ferðamönnum sem að koma í Mývatnssveit. Það 300.000 mann sem að koma hérna. Og hugmyndin að selja þetta í litlum einingum, svona kringum 100 grömm. Og hérna sem sagt logoið sem að þeir byggu til og merkimiðin. Og náttúrulega innihaldslýsing líka. Þetta matvara og lítur öllum lögum og reglum matvælaframleiðslu. Svona til þess að taka þetta aðeins lengra og gera meira virði úr vörunni þá ákváðum við að selja vöruna, gera hana svona sýnilegri og eigulegri með því að selja hana í svona lokuðum birkihólkum. Þessi skógur hérna, hann þarf að grisja hann. Og það svona nokkurs konar landleiga hjá mér til landeigandana sem að lofa mér að vera hérna með flugurnar, að grisja og renna innan úr þessu, setja krukkuna ofan í og síðan hérna svona smá bæklingur sem að poppar upp í andlitið og þau eru opnar þessa krukku með upplýsingum Ísland og mig og þessa þrá og ástríð að vera með býflugur hérna hátt uppi í íslenskri náttúru sem svona
Já, við erum að ná betri tökum á því. Þetta tekur svolítið tíma að læra þetta og þjálfa sig og svo eru þetta dýr og það tekur bara tíma líka að fjölga stofninum. Þetta er langtíma verkefni. Já, til þess að trufla ekki flugurnar sem eru inni og búa sig undir veturina, þá er ég hérna með aukabú til þess að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Það er náttúrulega lok hérna yfir til þess að halda hitanum. Þetta er svo kallað fóðurdrog. Býflugurnar hérna setja sykurlög á vorin og aftur á haustin til þess að gefa þeim svona ekstra fæðu fyrir sumarið áður en að blómflóran er komin á fullt og svo á haustina því að í raun og veru þá ræni ég vetrarforðanum þeirra að hluta til og þá þarf ég að gefa þeim sykurlög til þess að það geti búið til hunang og næringu fyrir veturinn sem að þrífast á. Þannig að þetta er fóðurdróg, það er innangengt úr búinu upp í fóðurdrógið og þær sækja hérna sykurvatn sem það búa til hunang sem að þær nýta sér yfir veturinn. Þær eru ekki í dvala, þær eru svona í slow motion mynda hnapp á römmunum og halda hita með því að borða hunangið og búa til hita með því að brenna og þetta er svona soldið eins og mörgæsirnar að þær mynda svona hnapp og halda hita innst. Þar er drottningin. Það eru 10 rammar í hverjum kassa og hver rammi getur innihaldið svona frá 1,5 kílói af hunangi upp í 2 kíló. Vá! Þær fá svona bara plötu í byrjun, svo hvort ég með svo leiðis. Sem að þær byggja á. Svona plötu hérna sem að þær byggja síðan á þessar frægu 6 hyrndu sellur eða hólf. Og þær nýta þetta til þess að verpa í og ala upp ungviði. Geyma frjókornin sem eru próteinnæring fyrir uppbyggingu á líkamannum. Og svo hunangi sem að það er sem sagt safna fyrir veturinn og enda svo á því að innsigla eins og hérna. Þá innsigla þeir með vaxi þegar hunangið er tilbúið, þær eru búnar að verka. Þetta er svolítið prósess sem að þær fara í gegnum. Þau þurfa að ná réttu rakastígi og þetta þarf að vera fullkomin vara. En aðalatrið, er þetta gott hunang? Ég þarf bara að gefa þér að smakka þetta. Já, á mínu mati náttúrulega er þetta alltaf börnum hans fallegust og best. Sko. Og þótt ég borða ekki börnum mína þá smakka ég á hunanginu. Gjörðu svo vel, hérna er Mývatns hunang. Blómi íslenskrar náttúru. Algjör eðall. Hunang og hunang er ekki það sama. Þetta ber keim af náttúrunu og blómguninni hérna í kring. Þannig að hunang hérna, það er annað bragð af því en annar staðar á landinu kannski þar sem er önnur blómaflóra og það sem ég hef tekið eftir að þær eru að sækja í júlí áður en í uppsker. Það er vinsælast hjá þeim er hvítsmári og skarifífill og svo er beitilingið að byrja að blómstra. Þetta er alvöru. Þetta er alveg alvöru. Hráefni úr íslenskri náttúru skiptir fjölmarga frumkvöðla hér á landi miklu máli. Náttúran gegnir líka lykilhlutverki í ferðaþjónustu hér á landi, en í ferðaþjónustu hefur einnig orðið mikil nýsköpun á undanförnum árum. Þetta hefur núna til á síðustu árum, þá hefur töluverð nýsköpun og atvinnusköpun verið tengd ferðamálum og ferðaþjónustu sem er eðlilegt því að fjölgun ferðamanna er svo mikil á svæðinu, þannig að margir hafa beint kröftu sínum í þá átt. Hér er á svæðinum fólk með töluvert mikla þekkingu og nálægðin við Akureyri, háskólann hjálpar þar verulega mikið til. Svo er það vísu þá sumstaðar í dreifðari byggðum þá er kannski erfiðar að fara á stað. Það vantar ýmsa stoðþjónustu til þess að fara á stað með eina viðskiptahugmynd. Það kallar kannski á ýmislegt annað sem þarf að vera með og þá vantar og gerir þá fólki erfiðara fyrir. Og því miður sér maður stundum að fólk með ágætar hugmyndir það kannski færir sig
úr dreifðari byggðum yfir í einhverja þéttari byggð til þess að koma hugmyndinni sinni áfram, ekki endilega til Akureyrar Reykjavíkur, heldur bara í einhver kannski úr dreifðustu byggðunum í svona þar sem að meiri þjónustu eða meiri viðskiptamöguleikar eru. Auðvitað skiptir hugmyndin máli og skiptir alltaf máli. Við fáum inn mjög margar hugmyndir og þær eru misjafnlega góðar og misjafnlega öflugar og það þó eitt sem að skiptir verulegu máli og það frumkvöðlinn sjálfur. Að hann hafi þá þrautsegi og þor sem þarf til þess að fylgja hugmyndin eftir vegna þess að það auðvelt að fá hugmynd en það kallar á mikla vinnu, þekkingu, fjármuni og seglu og dugna að gera þetta að raunverulegri vöru eða þjónustu. Eitt af því sem augljóslega þarf til þess að vera frumkvöðull og koma hugmyndi í framkvæmd þolinmæði og stundum alveg rosalega mikil þolinmæði. Hugmyndum heimskautsgerði á Raufarhöfn orðin 16 ára gömul. Framkvæmdir hófust árið 2004 og nú áratug síðar þeim enn ekki lokið, þrátt fyrir að mikið verk hafi unnist. Erlingur Thoroddsen, hótelstjóri Hótels Norðurljósa, einn þeirra sem vildi finna leið til þess að fanga sólarljósið á þessum sérstæða stað, þar sem sjóndeildarhringurinn hreinn í 360 gráður. Ég velti fyrir mér mikið með að setja upp sólarúr eða sólúr og eftir að skoða það á netinu þá lagði ég nú ekki í þá vinnu vegna þess að út allan heim eru snilldarlega gerð sólúr sem að eru vekja mikla athygli og ég held að þetta myndi bara falla í skuggan þannig að þetta varð að vera eitthvað annað og eitthvað merkilegra. Og eftir langa Bara hér? Eftir langa svona... Hérna ertu með skilti? Hérna með skilti, já. Og eftir langa... Eftir langa öldur og svona ýmiss konar svona viðtöl við menn þá rakst ég á Hauk Halldórsson, gamla kunningja minn. Ræddi þetta við hann og bauð honum hingað á norður. Og það var eins og við værum að hugsa sömu hlutina. Hann var með þetta eiginlega skildi alveg hvað ég var að fara. Og hvert varstu að fara? Ég veit það ekki. Eitthvað í þess átt. Það sem við vorum það kom margt til þarna. Við vorum að velta fyrir okkur hvernig getum við innramað sólarlagið og gert það svona áhrifameira hér heldur en annars staðar. Og svona leita okkur öðru sem að geti fyllt út í þann ramma líka. Já. Og á þessum árum þá hitti ég séra Kolbeinn Þorleifsson sem frá Kolfreyjustað sem nú látinn. Og hann góðkunningi Jörmundar Inga, allsherjargoða, sem líka kunningi minn. Og séra Kolbeinn sagði mér frá því að dvergarnir í Völuspá væri táknum með almanakk og það var komin þar ein kenningin viðbót þá. Og hann sagði mér frá þessu og þetta heillaði mig og við fórum að velta fyrir okkur hvernig við getum komið þessu inn í þetta apparat líka og það var svona löng skal sé ykkur langar vangaveltur og mikið spekular að þangað til að við ætlum ekki að henda þessu á milli okkar í svona 4-5 ár þessum hugmyndum áður en við settum það endanlega á blað. Og síðan hafa þeir tekið breytingum líka. Þannig að... En hérna sjáum við þetta. En hvernig grunnhugmyndin? Þú komið þarna upp með 2 hlið. Já, við ætlum að byggja hérna hring með 4 hliðum sem að snúa í höfuðáttirnar. Og við tengjum höfuðáttirnar við aðaldverkana, austra, vestra, norðra og söðra. Og inn í þessum hring þar verða 68 aðrir dvergar sem að við höfum kallað til liðs við okkur. Nú, hugmyndin er þessi að reisa þennan hring sem er 50 metra í þvermál
með þessi hlið í höfuðáttirnar og innan þessa hrings verða þessar dvergarnir sem getur í Völuspá og við höfum fundið þeim öllum hlutverk og við tengjum hvern dverg við hverja 5 daga í almanakinu og þannig að þarna erum við að búa til, með þessu erum við að búa til svona söluvöru sem að við getum nýtt okkur síðar við alls konar minjagripi og póstkort, plaggöt og jafnvel styttur síðan mér. Þannig að þetta er alveg mjög opið fyrir hérna öllum hugmyndum og það er bara mannshugurinn einn sem er takmarkar í hugsun sko. Möguleikarnir eru óendanlegir en mannshugurinn hann er svo takmarkað, það sér þá ekki. Nú síðan erum við búnir að bæta við þarna, henda út hlutum sem virkuðu ekki en bæta inn öðrum hlutum eins og til dæmis hásæti sólar. Þar hérna ætlum við að hafa þetta er svona eins og hálfgert altari, þar tröppur upp, var hugsað fyrir túristan að setjast niður og fá mynd af sér og ekki nóg með það, hann getur líka hringt heim í vini eða ættingja og sagt þeim frá vefslóð sem að þeir geta þá opnað og þá getur hann sagt halló við pappa og mömmu sko. Og það er líka hugsað út frá því að þegar við erum búin að opna vefslóð þá erum komin í 12 minútur að ef hún vekur athygli þá getur við skoða meira og tengt þess að vefslóð verða þá önnur vefmyndavél sem að þá geta sýnt miðnætursólina þegar hún virkar eða hádegissólina að vetri til. Þannig að þarna verður stöðugur útsending. Þessi staðsetning hérna er einstök. Sjóndeildarhringurinn er alveg hreinn, alveg hringinn 360 gráðurnar. Það er ekkert sem skyggir á. Og þetta er einstakt á láglendi á Íslandi. Yfirleitt er eitthvað fjöll eða eitthvað sem að byrgir sýn. En þetta er óskastaðurinn og þegar maður kemur hérna í heiðskýru veðri og snemma morguns eða að kvöldi til að sumri þá er þetta dýrðin einn. Maður sér alla leið til Kína héðan. You are my candy girl, and you got me wanting you. Skuggi mín öll, komdu. Við höldum áfram að fjalla nýsköpun á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar í þættinum Á flakki næsta fimmtudag klukkan 18:30.